Eins og svo margir var ég óákveðin þegar kom að því að velja háskólanám, þannig ég vildi velja eitthvað sem var opið og gæti nýst mér bæði í starfi og að reka heimili og það gerir viðskiptafræðin. Háskóli Íslands í hópi 250 bestu háskóla heims og háskólinn hefur gert samning við marga fremstu háskólum víða heim og það hefur gagnast mjög vel okkar nemendum. Þetta nám hefur komið á góðum nótum fyrir mig. Ég náttúrulega einyrki í mínu starfi sem tónlistarmaður og þá kemur sér vel að kunna bókhaldið og sömuleiðis markaðssetninguna. Eins nýtist það mér mjög vel í rekstri á litlum veitingastað sem ég á, þannig að það hefur nýst mér mjög vel. Ég útskrifast af vistfræðibraut í Versló og ég fann þar að mér fannst það mjög gaman og ég fekk mjög góðan grunn í náminu. Þannig þegar kom að ég velja háskólanám, þá ákvað ég að velja vistfræðina. Þar að ekki fannst mér bara vistfræðimenntunin bjóða upp á svo ógeðslega fjölbreytt starfsúrval í framtíðinni að mér fannst það bara mjög heillandi. Mér fannst kannski stærsti kosturinn við þetta hvað auðvelt að tengja þetta nám hinu daglega lífi. Það er að segja, það eru teknir fyrir þættir í náminu sem að tengjast held ég bara lífi allra. Það er að segja að þú þarft náttúrulega að kunna smá bókhald eða þú ætlar bara að reka pínlítið heimili. Mér finnst kennslan mjög góð, hún er mjög fjölbreytt. Það er bæði fyrirlestartímar og dæmatímar. Mér finnst mjög gaman í hópavinnunni, þá erum við einmitt í svona smærri hópum og það hjálpar mann mjög mikið. Ég eiga samskipti við aðra og það bara einhvern veginn hjálpar mann að kynnast líka öðrum. Máus félag viðskiptafræðinema við Háskóla Íslands. Félagið var stofnað þann 12. desember árið 1946 sem gerir það einu elsta nemendafélagi landsins. Auk þessa er félagið eitt af stærsta en það þjónar 800 nemendum í grunnnámi við deildina. Félagslífið í Máusi er náttúrulega ótrúlegt. Þetta er náttúrulega bara eitt af stærstu nemendafélagunum í skólanum og það er alltaf eitthvað að gerast. Og þetta er frábær leið til þess að kynnast samnemendunum þínum. Máus stendur fyrir mörgum viðburðum yfir skólaárið. Þar ber helst að nefna vísindaferðirnar okkar. Það er nýnemaferð sem haldin er í byrjun hvers skólaárs og að lokum er hinn eina sanna árshátíð Máusar. Því að háskólinn snýst jú líka félagslífið. Mér finnst aðstæðan í HÍ alveg frábær. Það er bæði mjög góð aðstæða til að læra, lesstofur, tölvustofur og eiginlega allt til alls bara. Svo er líka gott mötuneyti hérna Háma. Svo er líka rækt hérna sem er með mjög lágt árskjald sem er mjög góður kostur. Svo persónulega svo stúdendakjallarinn. Mér finnst það alveg frábær kostur til dæmis helgar að fara að horfa á fótboltaleiki. Ég er mjög mikið í því. Það sem kom mér kannski á óvart hvað varðar alþjóðaviðskiptin og þau fög sem tengdust þeim var þetta að læra mismunandi menningu í mismunandi löndum og það er gaman að læra bara menningu í Hollandi þó þú sért ekki að fara að stunda viðskipti í Hollandi endilega. Þetta er bara, það kemur á óvart hvað þetta er líka mannlegt nám. Þetta er ekki bara tölur á blaði heldur líka mannlegi þátturinn tekinn fyrir. Þannig að námið nýtist vel þó þú sért tónlistarmaður eins og ég eða bara í öðrum skapandi greinum. Þannig að þá er alltaf gott að kunna smá viðskiptafræði. Deildin býður upp á grunnnám, meistaranám og doktorsnám. Nemendur viðskiptafræðideildar geta auk þess farið í skiptinám víða heim. Þegar ég byrjaði í viðskiptafræðinni hafði ég ekki hugmynd skiptinámið en heyrði síðan af því og fannst það bara vera ótrúlega flott tækifæri til þess að víkka sjóndeildarhringinn. Ég vildi velja eitthvað land sem ég er mögulega ekki að fara aftur til. Að vera í Ástralíu er ótrúlegasta upplifun sem ég hef lent í. Fyrstu skólavikunni minni hélt ég á krókódíl og kólabirni. Það voru kengúrur á leiðinni í skólann, þetta er bara allt annar heimur og bara skemmtilegast sem ég hef gert. Ég veit ekki hvað mér langar að gera þegar ég er búinn með námið, en ég veit að mér langar að starfa á mínum eigin vegum og ég veit að viðskiptafræðimenntunin býður náttúrulega upp á svo ógeðslega fjölbreytt tækifæri fyrir framtíðina og ég tel að hún gefi mér öll þau tæki og tól sem ég þarf til að ná mínum draumum, sem er að vera minn eigin stjóri og starfa á mínum eigin vegum. Viðskiptafræðin býður upp á svo ótal marga möguleika að námi loknu. Þetta er svo vítt og breitt viðfangsefni. Eins og núna, ég vissi ekkert hvað mér langaði að gera þegar ég byrjaði, en núna er ég búin að móta að mér langar að fara í fjölmiðlafræði, í framhaldi, vinna við fjölmiðla, sjónvarp til dæmis. Og viðskiptafræðin hefur algjörlega opnað þessa hurð fyrir mig og ég gæti ekki verið ánægðari að hafa valið viðskiptafræði.